Já, klukkan orðin 8, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinni, nú verða sagðar fréttir, hjá mér er María Lilja og Björn Þorláks. Herðu, við ætlum nú að byrja bara á svona, hvað við að segja, úttekt sem var á RÚV íþróttakostnað barna. Þannig nú fréttastjórinn að taka það sem eru styrkirnir sem að sveitarfélögin veita. Það eru 75.000 krónur í Reykjavík og svo niður í 35.000 krónur í Fjarðabyggð sem að á að styðja börn til þess að vera í tómstundum. Svo birtuðu 2 dæmi af fjölskyldum á RÚV. Birtuðu dæmi af fjölskyldu í Reykjavík held ég að við byrjað á. Nei, þetta er í Hafnarfirði með 4 börn. Þannig eru tvíburar sem eru bæði í fótbolta og handbolta og systir þeirra er í fimleikum og í fótbolta og strákurinn er í gítarnámi. Að þessi fjölskylda er með 1,1 milljón í kostnað og svona að því að mér skildist þegar við verðum að fara í þetta þá er ekki allur kostnaður inni. Svo tók við annað dæmi og ég veit ekki akkur að skipti máli hvort þessi Hafnarfirði eða Reykjavík, það er næsta dæmi. Þar er 788.000 krónur á mánuði. Þar er dans og fótbolti og tónlist og ýmislegt svona. Þetta er náttúrulega, ég veit ekki hvort það sé eitthvað nýtt í þessu, þetta var svolítið, þetta auðvitað verið unnið upp úr ábendingu móður í Hafnarfirði sem hafði bara reiknað hver kostnaður var á sínu heimili og þetta byggði svolítið svona framan af bara á henni og svo var bara farið í gegnum þetta og þetta var náttúrulega samfélagsþróun sem að varð kannski fyrir, ég veit ekki, kannski 20-30 árum þegar tómstundir barna voru eiginlega svona markaðsvæddar. Það sem að var byrjað að innheimta miklu hærri gjöld inn í íþróttafélögunum og einhverju leyti og það átt að gera með þessu frístundakorti sem að hefur alltaf verið talað sem svona mjög jákvætt fyrirbrigði. Frístundakortið er hins vegar það sem er kallað svona voucher. Það var til dæmis menntamálaráðherra Trump, hann vill hafa þetta. Þannig að foreldrarnir fái bara ávísun heim til sín og svo getur við farið go shopping í menntun og öllu slíku. Þannig að þetta frístundakortið er náttúrulega bara, og það er til þess að markaðsvæða menntun og frístundakortið er náttúrulega bara klassísk frjálshyggju hugmynd markaðsvæðingu tómstunda barna. Svo er farið yfir svona, horft yfir svona lengri tíma og þá kemur í ljós að þessi kostnaður er náttúrulega orðin stórkostlegur og svo vantar náttúrulega ýmislegt inn í þetta, það vantar allt skuttlið. Getið tekið það inn, það sem við verðum að gera á milli. Mjög gott hjá RÚV að koma með þetta. Þetta er eitthvað sem varðar okkur flest. Ég fletti upp gamalli fréttaskýringu sem ég hafði gert í Fréttablaðinu fyrir 4 árum sem bar fyrirsögnina íþróttakrökkum mismunað vegna kostnaðar en það hefði allt eins geta verið listakrökkum mismunað vegna kostnaðar og ég svona renndi yfir þær upplýsingar sem að komu fram þá umfram það sem að kom fram í núna fréttur RÚV eða fréttum RÚV og þar hafði ég rætt við formann íþróttafélag sem að hefur bara það er hugsjón íþróttafélagsins að kostnaður getur aldrei orðið meiri en sem nemur frístundastyrknum. Þannig að sko þetta er ekki öll félög sem að sum félög eru bara með svo mikla samfélagslega ábyrgð að þau bara líta þannig á að það sé þeirra skylda að allir krakkar óháð efnahag foreldra geti stundað sitt. Já, þessi félagsgjöldin. Já. En þá átti eftir að kaupa búningana og svo þarf að fara á einhvern pollamót og svo þarf að fara í keppnisferðalag og þetta er það sem að sko efnaminni foreldra benda á og saman með tónlistarnámið, þú kannski fær styrk sem að dugar fyrir kennslugjöldum en hver að borga hljóðfærið? Akkurat. Það kom líka fram þarna í þessari grein fyrir 4 árum að sko það eru bara barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, hann kveður á að öll börn, þetta er ekki þannig að við eigum að geta skilið sum börn eftir, það er bara, við verðum að geta. En við gerum það. Já, við verðum að tryggja aðgengi og það kom líka fram af því þú spurðir hvort upphafið hefði verið móðir í Hafnarfirði sem hafði samband við fréttastofu að mín kveikja að fréttaskýringunni fyrir 4 árum var einmitt á spjallþræði aðstandenda íþróttakrakka þar sem kom á daginn að það voru ekkert allir sem að gátu greitt innanlandsferð og hvað ætti þá að gera og það var á leiðin í kröfu og það er eitt sem er ógetið að ef barnið er nær miklum árangri
í íþróttinni og nú erum við ekkert búin að tala um tónlistarskólana og allt það að þá bætast við kostnaðar við keppnisferðalögin út fyrir landsteinana sem getur sko verið svo rosalegur að ég held að ef við erum bara með opin augun þá áttum við okkur á því þegar við sjáum krakkana sem eru ennþá í einhverjum svona afreksflokki 15-16 ára gamlir eða komin mjög langt yfirleitt í tónlistarnámi eða einhverju svoleiðis það undantekningar lítið sterkur efnahagur hjá foreldrum og þannig samfélagið að þróast að það verið að skilja eftir börn af efnaminni heimilum þannig að þau hafi ekki aðgengi inn í þá veröld sem önnur börn lifi í og var það einhver munið eftir atkvæðagreiðslu það við vildum að samfélagið færi þangað nei, ég man ekki eftir því ég man ekki eftir því en ég man hins vegar eftir því að vera með grunnskólabarn í skóla í svona almenningsskóla í Englandi og þar þessu aðeins öðruvísi háttað einfaldlega vegna þess að það svona aðeins það svona, ég veit ekki, ríkari svona stéttavitund og kannski svona meðvitund stöðu fólks innan samfélagsins en það var allavega ítt undir það að börn færu í tómstundir að loknum skóladegi en þær fóru fram svolítið á vegum eða sérst kennarar við tómstundirnar voru ráðnir af skólastjórum eða skólastjórnundum og svo var boðið upp á dóttir mín hafi verið í bókfimi og svo var hún í rugby og þetta eitthvað svona sem var bara hérna í staðin fyrir svona, hvað heitir svona eftirskóla gæslu. Þetta tilheyrir það skólakerfinu. Það tilheyrir það skólakerfinu. Sem eins og auðvitað hérna það sem að sko, þetta svona eins og ég var að tala um að svona go shopping, að þú færði eiginlega ávísuna, svo að þú að fara að kaupa sjálfur. Og þetta gastu valið og ég meina ef það þurfti eitthvað búnað þá var það bara að skaffa það skólanum, en hins vegar þurftir að greiða eitthvað svona startgjald og startgjaldið var, ég meina ég held að þetta hafi verið 40 pund eða eitthvað svoleiðis, sem eru á, þú veist, 8 skall kannski max en þá þetta kannski fengið svo niðurgreitt hjá félagsþjónustunni ef að þú þurftir á því að halda. En af því að þú ræddir við Sönnu Magdalenu Mörtudóttur þá hef ég gert það líka fyrir 4 árum og þar haft eftir henni svipað og þú ert að segja Gunnar Smári að raunsipúð að markasvæða þáttöku í frístundastarfi og það var líka rætt við foreldra sem að töluðu sorgina í hjörtum barnanna þeirra þegar þau átta sig á því að þau eru að missa á einhverju lest og það kom líka fram hjá RÚV áðan að sum börn þau draga sig sjálf í hlé vegna þess að það íþyngir þeim bara samviskubitið að foreldrar þeirra segja og setja þessa peninga sem ættu kannski frekar að fara í mat í ísskápinn. Eitt sem hefur komið fram í fréttum að það er minnst notkun á frístundakortum í Efra Breiðholti. Það sem er lægstu tekjurnar, það er líka flestir innflytjendurnir og mér finnst Reykjavíkurborg alltaf að svara þessu svolítið svona kærulaust eins og þetta séu, já bara þau vitið ekki, eitthvað svona eins og þessi þeim að kenna það nýtið ekki en ástæðan fyrir því að henni fátæku nýti ekki frístundakortið er að það dugar ekki þannig að þú getur ekki borgað félagsgjöldin ef að barnið á ekki búning eða... Nei, og svo er þetta líka sko, við erum að setja svolítið svona mikla ábyrgð eins og segir á börn með þessum hætti vegna þess að börn þurfa líka að fikra sig áfram þau þurfa að finna sitt áhugasvið og þau þurfa að prófa alls konar og það er ekkert endilega í boði ef þú skráir það í fótbolta þá þarf það bara að vera í fótbolta því þú ert búin að greiða það með þessum styrk og þú ert búin að kaupa þennan rándýra búna þannig að það er aldrei ef þau finna sig ekki einn íþrótt þá einhvern veginn geta það ekki pröfað á næstu og ég held að það sé líka svolítið slengt. Mjög mikil efnahagsleg stéttaskipting. Ég hef ekki fólk sem að bjóða eins og Svalbarða og þau áttu börn, 3 syni. Eitt er að valdi það í skólanum að læra á saxafón. Þá kom fljúandi saxafónleikari frá Tromsø 2 í viku til að kenna honum á saxafón af því að hvar sem þú býrð í Noregi þá áttu rétt á að velja þitt hljóðfæri og norska ríkið sér það að þú lærir á þín saxafón. Þetta er bara eins og eitthvað jólaævintýri. Það er það. Herðu, við erum í börnunum, það er frétt frá RÚV, það er barnamálaráðurinn okkar, Guðmundur Ingi. Hann ætlar að banna almenna símnotkun nemenda í grunnskóla landsins. Það eru kennarar sem andmæla þessu, en það er líka kennarar sem sammála þessu. En hann upplifði, heyrði við, talið við hann, það sem hann upplifir einhvern veginn að þessi svona ágreiningur þetta í samfélaginu og það hvíla á honum að taka þessu ákvörðun. Já. Ég er nú ekki alveg sammála því, mér finnst kannski allt í lagi hver skóli ákveða bara. Já, ég veit ekki, mér finnst þetta bara mjög fínt þegar kjörnum fulltrúar taka bara ábyrgð á sínum málflokki og svona. En af hverju má ekki bara hver skóli ákveða? Já, ég meina, jú, það ætti svo sem að vera í lagi að vera með samt símaskóla versus, það væri allavega svona stúdía.
Já. Ég var til í að sjá það. Ég miðst þetta orðið meira núna eitthvað að krafa að sé eitthvað svona samræmdar miðstýrðar ákvarðanir. Ég held að væri við ættum að lifa í valdreiðu lýðræðislegu samfélagi þar sem allskyns lausnir var reyndar. Ég held að Og svo líka spurning hvort að foreldrarnir mættu ákveða eða börnin eða kennararnir. Af hverju á menntamálaráðherra ákveða? Það er eitt sem mann dettur í hug það er að nemendahópar séu svo ólíkir að eitt kannski eigi við eitt skóla en annað ekki annan skóla. Það er kannski það sem er svolítið svona varhugavert hvað varðar þessa ákvörðun. Er þetta alveg komið til að vera? Er hann búinn að staðhæfa það? Ég veit það ekki. Menntamálaráðherra fyrir nokkrum árum muni geta því vildi endilega spjald tölvuvæða alla skóla. Nú er líklega verið að kroppa út úr þeim nettenginguna svo að það trufli ekki. Ég veldi fyrir mig hvort það sé einmitt, kannski eins og það segir, það sé óþarfi að það sé hreinlega blátt bann við símnotkun. Ég held að það sé miklu mikilvægara að kenna krökkum að nota þessi tæki, umgangast þau og gera það af svona skynsemi. Öfugt á mínu heimili, þar kenna börnin mér hvernig á að nota þessi tæki. Þannig ég get ekki kennt þeim. Herðu, það er Flokkur fólksins, það er þetta var Guðmundur Ingi, en nú er það Inga Sæland. Já. Það verður að benda á þarna, heyrðu, nú er það staðan þannig að örorkubætur eru bara hærri heldur en laun. Og þá segir Inga, það má ekki vera, við erum bara að hækka launin. Þetta er ekki gott í henni. Já, af hverju má öryrkjar ekki vera á aðeins hærri launum? Maður beið nú svolítið eftir þessari frétt í dag. Já, í munkunum. Kom hann ekkert óvart. Já, mér veist að Inga svaraði þessu vel. Herðu, það er hluti af íslenska stjórnmálakerfinu sem er utan þings. Já. Þú varst eitthvað að skoða þetta, Björn? Ég var að skoða þetta. Ég það er nú með margar fréttir að þær byrja eins og einhver svona tilviljun. Ég fékk fundarboð frá Pírötum að þegar maður er oft skráður í alls konar félög þótt maður sé náttúrulega ekki virkur í stjórnmálahreyfingum. Og þá sá ég að þeir eru að fara að kjósa núna aðalfundi 20. september næstkomandi hvort þeir ætla að taka upp varaformann og formann félagsins. Falla frá flata strúktúrnum. Mér finnst það mjög áhugavert og mér finnst það líka áhugavert að það kom fram þarna að það væri ákveðið að Pírati sem ekki sækir fundinn sjálfur í eigin persónu eða lætur einhvern hafa umboð, hann hefur ekki lengur atkvæðarétt. Þetta voru svona 2 aðali element Píratanna. Kosningakerfið þeirra var nú svolítið frægt, þessum var allt á netinu. Einmitt, þannig að ég fékk nú þann Pírata sem að mér finnst svona kannski vera sá Pírati, kannski Þórhildur Sunna og Björn Leví, það eru þessi 2 sem að mann koma svona fyrst upp í hugan. Björn er svolítið, hann tekur þátt í umræðu, Þórhildur svona síður, en aðrir eru meira og minna bara horfnir og týndir. Einmitt. Og við Björn Leví ræðum þetta mál í kvöld á Samstöðinni, hann kom hérna fyrr í dag og ræðum meðal annars ef við getum kannski fengið aðra mynd þessa og getum kannski fengið Hvað er hann að segja? Höldum þessar aðeins lengur Vill hann ekki að Píratar bjóði fram? Ein af spurningunum sem ég spyr hann er hvort sameining Vinstri-grænna sósíalista og Pírata eins og því að heyrið utan að eitthvað sumir tala fyrir hvort hún sé málið. En nei, heldur betur ekki, engin von til þess og hann kom nú alltaf mikið óvart þegar hann segir að þvert á móti þá telja hann að ekkert þessara frambúða eigi að bjóða fram vegna þess að með því sé verið að mótmæla þessum háa þröskuldi og það þurfa að færa einhverja fórnir og það þurfa að reyna að útlýsa áherslumálum yfir í hina flokkana og það mikil umræða það þegar ekki svona þegar fulltrúar myndu fórna eigin pólitísku hagsmuna. Það var í pólitískt verkfall. Þetta er pólitískt verkfall. En það mjög áhugavert, þannig að ég hvet fólk til þess að hlusta á þetta viðtal en ef við fáum kannski aðeins næstu mynd að sko við vitum það að þetta er rosalega stór hópur sem að ekki á rödd á Alþingi og Gætur þau fleiri ef að framsótt eftir út með við kannanir? Gætur þau enn fleiri þannig að þetta er vissulega svona mikið áhyggjuefni og ef við fáum næstu mynd líka og förum þá aftur til upphafsins að ef þeir kjósa sér varaformann og formann Píratar þá
eru þeir náttúrulega að svara gagnrýnisröddum innan frá sem að hafa verið ábyrjandi langt skeið. Þessi frétt nokkur ára gömul. Þarna þingflokksformaðurinn að segja af sér vegna þess að henni finnst ekki vera hægt að vinna í flokki sem að hafi hvorki varaformann formann og svona. En eftir situr stóra spurningin, burt sér frá þessari byltingakendu tillögu að þessi 3 framboð eigi ekki að bjóða fram til þess að mótmæla allt og háum kosningaþröskuldi. Eftir stendur stóra spurningin hvað eftir á Pírötum eftir þessar breytingar ef þær verða samþykktar á aðalfundinum. Þá það þess með formann yfir flokki sem ætlar ekki að bjóða fram. Einmitt. Ekki sko ef Rödd Björns Leví færi ráða. En hann sagðist nú bara ræða þetta sem svona óbreyttur og En það þetta flatur struktúr, þannig það allir óbreyttir í Pírötum. Já, en mér fannst mjög áhugavert að þeir hafa heldur haldið sig til hlés í þessari umræðu. Maður hefur heyrt að Svandís og Sanna eru þær að stinga saman nefjum og eitthvað svona. En lítið heyrt frá Pírötum, en þetta innlegg, ég sá þetta ekki fyrir. Heyrum við í kvöld. Þegar við svona fara til Gaza, það frétt að það eru 13 hafa verið hvað hungurmorða dáu bara úr hungri, sveltir í hel af Ísrael. Þetta þetta hryllilega fréttir, við höfum verið að segja frá þessu, við erum komin á þann punkt í hungursneiðinni að það erfitt að snúa henni við og þá breytir kannski ekkert öllu máli hvort að fólk fái næringu eða aðstoð. Það í rauninni orðið svo rosalega veikt en þetta auðvitað mjög alvarlegt. Það eru 13 sem deyja núna sólarhring. Við vorum kannski fyrst að sjá 1 í viku, 2 í viku, 3 í viku og svo allt í einu erum við farin að sjá 13 á dag, þar af 3 börn. Þetta tekið saman og Al Jazeera að þetta eru 361 einstaklingur sem hefur dáið núna eða sem sagt bara hefur verið sveltur til dauða. Það þannig að á okkur stigi að þá nær líkaminn sér ekki, þá byrjar hann að brjótast sjálfan sig niður. Og þetta kemur nú, yfirleitt fylgja þessar skýringar þegar eru hungurverkföll og annað slíkt. En við ættum kannski að fá einhverjar skýringar á þessu, hvernig þetta virkar í tilefni af þessari manngerðu hungursneið sem þarna Akkurat, og við erum að sjá líka svolítið stórar tölur í þeim sem drepin hafa verið í árásum hersins, innrásar hersins núna bara síðustu sólarhringa, en það eru 105 palestínumenn voru myrtir bara núna síðan í morgun, þar af 53 bara í miðborgin Gazaborg og þetta eru líka rosalega tölur en þetta tengist auðvitað því að fólk orðið mjög veikt og það deyr, það er meiri líkur á því að það deyja sárum sínum. Ég tók bara svona til þess að undirstrika ástandið, þá fekk ég sent myndband af Gaza. Þetta sjáum við bara veruleika sem að fólkið býr við. Þetta eru menn að fylgja særðum félaga bara út úr húsarústum þar sem hann hafðist við en fekk í sig sprengjubrot. Þetta maður sér bara þarna ástandið, það eiginlega búið að fletja út þetta svæði, bara Gaza og bara í heild. Ég held að hvað ekki talað að sé 90%, tæp 90% af Gaza sé bara að hruni komin. Svo bara rústir einar. Já. Það frétt frá Belgíu, þeir eru bætast í hóp þjóða sem ætla að viðurkenna Palestínu á allsherjarþinginu. Þetta frétt úr þessast ríkisstjórnin búin að ákveða. Þetta þarf að gangi í gegnum þingið og það ekki búið að vera þar. Það eru svolítið heildar deilur þetta inn í Belgíu en öllu líkindum verður þetta samþykkt. Já, mér skilst að þeir séu líka að stinga upp á sanctions, hvað íslenska orðið fyrir það? Þvinganir, þvingunaraðgerðum í garði Ísraela. Þetta einmitt það sem deilt á belgíska þinginu. Þannig að eftir því sem að tími líður að þau lönd sem koma með harðari tillögur. Það bara því ástandið svo hryllilegt. Það þjóðir sem eru með hjarta. Já. Herðu, það ég veit ekki hvort það sé tengt þessu, en þetta frétt úr Netavísin sem í Noregi. Það hervæðing Evrópu. Normenn ætla að kaupa sér Freygátu, eins og held ég heiti.
og vildu kaupa frá Bandaríkjunum en hættu við og keyptu af Bretum og ástæðan svo að þeir treysta ekki Bandaríkjunum í öryggismálum. Þetta svolítið sérstakur að þetta við vorum aðeins að ræða held ég í gær eða í fyrradag hvernig kanslari Þýskalands talar að það sé bara ekki hægt að stóla á Bandaríkin í einu en einu. Já. Það talandi Trump að þá var frétt frá LA Times að það dómari sem í áfrýjunardómstól sem segir að það hafi verið ólöglegt af honum að senda þjóðvaraliðið inn í borgina. Ég með meira af Trump núna, þetta forsíðan á pólitíkan. Hann að láta teikna svona fyrir sig og að skoða þetta á kvöldin, hvernig Gaza kann að líta út. Akkurat, þetta tengist því ég held að hafi verið bara í Times sem að það lágu einhver gögn þar sem að fyrirætlanir Trump-stjórnarinnar voru að hver Gaza-búi fengi þetta $5.000 fyrir að flytja af svæðinu, þau fengju eitthvað húsalegu niðurgreidda eða eitthvað á okkur öðru svæði og að Bandaríkin ætla að taka yfir í 10 ár. Þetta og eitthvað fyrirtæki tengt Trump sem færi í uppbygginguna. Væntanlega og þetta á að vera svona AI áfangastaður. Það verður engin manneskja að vinna þetta. Þetta eitthvað svona draumsýn, ég veit ekki alveg. Þetta svona svolítið bilað allt saman. Ráðherrarnir byrjuðu í dag að tilkynna svona sparnaðaraðgerðir. Þetta byggt á, voru tillögur muni ekki eftir, það var kallað eftir og það hefur verið boðað að svona í aðdraganda fjárlagafrumvarpsins að þá munum við fá eitt svona fund á dag, þessum tilkynnt. Þarna tillaga það að leggja niður heilbrigðiseftirlit sveitarfélagana og það heilbrigðiseftirlit í Reykjavík sem ekki ánægt með þetta. Má vera að hann hafi eitthvað til síns máls. Já. Það hefur svo sem heilmikil gagnrýni verið á þetta heilbrigðiseftirlit og störf þeirra. Ég veit ekki hvort þetta einhverju leyti verið að bregðast við því. Ef þið hlustið á þessi hægri podcast, það var alltaf verið að hamast í þessu fólki á einni skóm. Eftirlitssiðnaðurinn, ekki annað með hann? Nei, þetta svolítið merkilegt að því að þetta það sem að þessi ríkisstjórn hefur verið svolítið dugleg að færa svona ákveðna þjónustu úr höndum sveitarfélagana og eða svona stofnanir. Ég kannski bara nefna flóttamannamálin. Þau hafa fært þau frá sveitarfélagunum og inn í vinnumálastofnun. Þannig að þetta svona, ég veit ekki alveg hvað mér finnst þetta persónulega en þetta þetta ekki eitthvað skrítið? Svona strömlínulögun einhvern veginn á... Við skulum bara kanna þetta betur. Herðu, kannski talk of the town eins og sagt hérna ein frétt. Þetta Einar Þorsteinsson sem oddviti Framsóknarflokksins í Reykjavíkurborg. Hann ekki ánægður með framgöngu þingmanns Miðflokksins í gær. Það var ekki svo eini. Þeir sem haldið fordómum ekki koma nálægt opinberri stefnumótun. Það hérna frá MBL, þar kemur ráðherra fram. Nei, það Dagur B. að segja að málflutningur hans hafi verið vandræðalegur og gamaldags. Svo það RÚV, þar ráðherra held ég, sem að segja að fortíðin hefði blasað við okkur í Kastljósi. Og þetta heldur áfram, næst kemur það biskupinn. Hvað Snorri Másson hefur eiginlega vakið upp allt samfélagið gegn sér. Já, hann orðinn svona sameiningartákn þjóðarinnar? Hann hefur sameinað geistlega vald og veraldlega vald. Munið þið eftir því, við erum nú aðeins eldri heldur en svona viðbröðum. Manstu eftir svona viðbröðum að einn þingmaður í þessu tilviki að það bara með 90% af samfélaginu leggst bara ofan á hann, alls konar stofnanir álekti sérstaklega, hann kallaður uppnefnum og ónefnum að hálfu samþingmanna á alþingi. Verður bara erfitt fyrir hann að mæti vinna eftir næstu helgi? Læknar, prestar. Og það mjög mikið vísa til... Borgarstjórnin. Horfðu þetta?
Já, ég þurfti að gera það, ég ætlaði ekki að gera það, svo sá ég að þetta voru svo mikil viðbrögð. Þetta var á sama tíma og fréttir samstæður annars. Já, en sem blaðamaður þá þurfti ég að gera það, það var leiðilegt sko. En hérna, mér sýnist að það sé þessi sársauki aðstandenda, transfólk, samkynhneigðra og annarra svona sko sem að leiðir til þess að við þekkjum jú öll fólk sem að bara veit það að þetta eins og spark í magan eða brjóstið eða hvað maður á að segja. Að hlusta á málflutning hans þessa hugmyndafræði og vera alltaf að smætta þetta í einhverja hugmyndafræði og svona. RÚV var gagnrýnt að hluta til að enn einu sinni kemur þar hinsegin fólk, samgild hommarnir í gamla daga. Þegar fyrst að þeim var boðið inn á RÚV að þá var alltaf Gunnar í krossinum eitthvað settur á móti. Það fengu aldrei að ræða sín mál án þess að hafa einhvern dýrvittlesan fáið á móti sér. Já. Þetta var gagnrýnt. Já. Ég heyrði líka í gærkvöldi að það var verið að gagnrýna svona þáttastjórnunina. Ég ekki alveg saman á því. Ég sé ekki alveg hvað maðurinn gat gert sko. Ekki nema að fara bara að birsta sig eða hrinda Snorra því að þetta náttúrulega svo yfirgengileg hegðun. Á sumileyti held ég að hann hefði gert bara öllu greiða með því að leyfa Snorra bara að sína hver Snorri er. Já, ég held að mörguleyti hafi það bara verið ágætis ákvörðun. Samt ég hefði líka viljað sjá Snorra sett ákveðin mörk af því að Snorri ber það bara svolítið með sér að hann er maður sem að bara hefur ekki. Hvernig ætlar að gera þetta? Það er með svona, hvað heitir þetta, svona felli hlera undir honum, þannig hann bara dettir niður á næstu hæð. Já, það er gott sjónvarp. Það er gott sjónvarp. Ættum við ekki að hafa svoleiðis hlera hér? Jú, mér finnst það. Ég veit ekki hvernig átt að stoppa mannin. Ég veit ekki, Því að stjórnandi reynir ýmislegt að gera, rétti fram hendina, hann sýnir með öllu látbragði, hann biður hann bara svona eðlilega að gefa hinum viðmælandunum færi á að tala. Ég hefði kannski vilja sjá hann kannski gera aðeins meira af því, að þú veist að svona aðeins setja ofan í vana og segja svona bara hingaðu ekki lengra, nú stoppar þú aðeins, annars verður þú bara að fara hérna út. En maðurinn var stjórnlaus sko. Hann var stjórnlaus og það vissulega þá, ég held að það hafi kannski líka sko verið svolítið svona silver lining, eins og sagt að í þessu öllu að hann bara sýndi algjörlega í sinn innri mann þannig þessu viðtali. Það var mjög ofbeldisfullur í þessu. Þetta var bara alveg hryllilega. Óli yfir allt og alla. Það var alltaf að segja, ég er ekki með neitt ofbeldi. Ég hélt að Facebook feedið mitt væri bara ónýtt og mér fannst ég bara hafa séð auglýsingar síðustu daga, eitthvað sem ég nenni ekki að lesa. En sko, ég held að þetta hafi verið 100 af statusum, tjáningu sem ég sá þennan þátt og síðasta innleggið sem ég las var að einhver var sko genginn aftur í þjóðkirkjuna bara út af því að biskup hafi haft hugrekki til þess að tala með þeim hætti sem að biskup gerði og ég held að þetta hafi allt snúist í höndunum á Snorra. Ég held að, og ég líka en ekki, en byrju, 90% mega vera mótunum. Hann er bara að fóðra þessi 10% sem eru í svona miðflokksstýringu. Hann var allavega ekki að stækka þessi 10, ég held að sé alveg ljóst. Og ég nefnilega er svolítið hrifin af því sem að Helen Ólafsdóttir skrifaði í dag. Það verður mig líka að mynda því, það var skoðanagrein. Já, Snorri Másson er ekki vandinn, hann er viðvörun og þarna Helen, hún er öryggis sérfræðingur og hún býr í Bretlandi. Ég fekk hana við rauðaborðið, við spjöllum aðeins þetta á þessum nótum, en hún er að segja að sem að verður núna eftir. Sem að verður núna hér á eftir, strax eftir fréttir. Hún er að tala þetta, sko, við megum ekki fóðra þetta. Sko, þarna er hann, sannarlega búin að sýna sinn innri mann og það má svo sem alveg fordæma ummælin, en það gerir í rauninni ekkert. Kannski er hann ekki þessi innri mann, kannski er hann bara að leika sko. Ég er alltaf eitthvað tilfinningu að hann sé að leika gamalmenni. Það var það sem margir héldu, en ef hann var bara að tala við 10% sín, af hverju varð hann svona æstur og af hverju missir hann í rauninni stjórn á sjálfum sér. Sko, ég held að hann hafi bara mist stjórn á atburðarásinni, hann hafi einhvern veginn ætlað að reyna að bakka eða eitthvað, en hann var bara komin út á eitthvað svæði og hann fann ekki leiðina heim. Ég held að En Helen segir að Snorri sé sjúkdómseinkenni, hann er ekki sjúkdómurinn. Já, hún talar það og hún talar að Bretland sé með viðvörunin. Þar er uppgangur Nigel Farage, bara merki nákvæmlega það sem Snorri Másson sé að gera og við megum ekki leyfa því að gerast. Við eigum að hlúa þeim einstaklingum sem að kannski hlusta á hann, af því að þeim líður eitthvað illa í samfélaginu, þeir eru fátækir eða þeir eru einhvern hátt óöruggir
með sinn stað innan samfélagsins og við þurfum að skoða hvers vegna fólk hrífst af þessum típum. En þjóðar átak gegn einum þingmanni, það svo sannarlega fréttnætt. Ég man ekki eftir öðru eins. Ég veit hvort að Snorri hafi eitthvað látið ná í sig í dag. Hefur ykkur reynt að ná í Snorra í dag? Ég ekki vissu það. Ég held ekki. Ég með frétt frá Guardian sem að kannski tengist þessu. Það eru konur margar konur í Bretlandi leiðir á því að svona hægri bullur einhvern veginn að láta eins og þeir séu að verja konur fyrir einhverjum ofbeldi innflytjenda karla sem að virða ekki konur eins og við gerum. Þið kannast þetta ómræð þessu. Það bara búin að nóga þessu. Það hættu þessu. Þú veist, minn líkami ekki þessi vígvöllur sem að þú ert að tekna hérna upp. Hvað sagði Ingveldur Ýr? Líkami minn er ekki Vesturbæjarlaugin, það var þannig. Þú getur svamlað þar. En það ég er bara virkilega og mikið sammála þessum konum. Ég held ég tali fyrir hönd flestar kvenna á Íslandi þegar ég segi að það fyllir mann óhug að vera notaður einhvern veginn með þessum hætti þegar að hópar réttlæta hatur gegn minnihlutahópi með því einhvern veginn að nýta þig og stöðu þína í samfélaginu og eitthvað svona alvarlegt eins og kynferðisofbeldi sem algjört mein í þessu samfélagi. Þannig að þú upplifir ekki að þú setur öruggari á götunum þegar skjöldur Íslands á vappi? Ég get ekki sagt það, nei. Herðu, það eru sama blaði Guardian, það var verið að kjósa nýjan formann í græningjaflokknum og það Zach Polanski sem að vann það. Ég veit ekki hvað það hefur tekið eftir þessum manni, hann var með ótrúlega, hvað ég að segja, svona bara sósíalíska kosningabaráttu. Hann var að benda á ójöfnuðin í samfélaginu, hann var að benda á ríkidæmi hinna ríku og skattfríðindi sem að þau hafa sankað að sér. Hann var myndi á íslenska mælikvarða að vera talið bara ultra róttækur. Og hann var að taka græningjaflokkinn, kosinn sem formaður. Og það ákveðin tíðindi í því að græningjarnir hafa oft verið svona millistéttarlegir flokkar en þarna kemur eiginlega allt annar tónn inn. Þetta ekki það síðasta sem ég heyri frá honum. Nei. Og hann kemur hann inn og vippar svolítið gogg náttúrulega hvað Keir Starmer og fleira þegar hann að taka þetta. Já, sem að náttúrulega engin hetjuskapur í Bretlandi í því að það tar allir illa Keir Starmer. Já, það víst. Herðu, heima, það Lilja, hún liggur út í feldi, ég held að hún sé búin að liggja út í feldi í svolítið langa tíma. Já, einmitt, ég bara, einmitt, hún ennþá, já. Hvað hafið síðan það fyrir sig nóg? Ég held að verði einhvern að fara að kanna hvort að Lilja sé undir feldinum. Já. Kannski hún bara stungin af. Það getur verið. En hún hefur metnað til þess að vera formaður Framsóknarflokksins. Já. Og hún eiginlega að krefast þess að verði flýtt flokksþingi, svo að kjósaformann. Það heitir að fórustan endurnýju umboð sitt eða ekki. Það má skipta. Einhver hefði sagt að... Hún varaformaður. Jú, einhver hefði sagt að þarna væri verið að brýna hnífana. En náhugavert að því að margir telja Halla Hrund hafi jafnvel enn meira erindi en Lilja, Já, það eins og, ég kann ekki að meta það. Maður þarf eiginlega að þekki eitthvað inn í Framsóknarflokknum til að geta metið þetta. Það getur vel verið að Halla Hrund skori allt út á við, en þegar það kemur að alvöru fundi í Framsóknarflokknum með brauðtertum og alles, að þá sé bara allt annað hljóð í skróknum. En svo náttúrulega taparðu vogarafli með hverjum deginu sem líður og þú ert ekki þingmaður. Lilja það ekki? Nei, ég að tala það. Og ríkisstjórnin ekki... Það vinnur gegn henni. Já, myndur ekki halda að ríkisstjórnin myndi lifa út kjörtímabilið? Ætlar hún að vera í 3 ár utan þings sem formaður Framsóknarflokksins? Akkurat, það erfitt að sjá þetta fyrir sig. Hvað sem líður feldinum sem hún liggur undir. Ég hvetjum Framsóknarmenn sem að þekkja til Lilju að fara og skoða hvort hún sé undir feldinum. Gæru skynnin. En ég tók eina frétt sem að mér finnst að Framsóknarflokkurinn ætti að lesa. Það er alþjóðahreyfing samvinnumanna með fund á Íslandi í Hörpu. Já. Þetta náttúrulega, og við höfum á einhver leyti rætt þetta, ég með þetta rauði þráðurinn sem ég talaði við svona vinstra fólk
stundu kemur þetta við sögu af því að til dæmis í svona áherslum nýja flokksins hjá Jeremy Corbyn í Bretlandi uppbygging félagslegra fyrirbrigða í samfélaginu. Það getur verið hagsmunasamtök almenningsins og leigjendasamtök, það getur verið verkalýðshreyfingin að hvetja fólk til að fara í það og vinna þar. En það getur líka verið að fólk stofni samvinnufélög og að reyna að ná því aftur inn í samfélagi, því að við getum náttúrulega ekki lifað í samfélagi sem öll og okkar kerfi eru bara rekin af einhverju einkafyrirtæki sem vilja græða. Og ég myndi halda að þetta væri sóknarfæri fyrir Framsóknarflokkinn að sækja í samvinnuhreyfinguna. Já, ég myndi leyfa mér að kalla það meira en sóknarfæri, ég myndi setja að vera dauðafæri. Já. Annað að því að við erum nú að reyna að lækna Framsóknarflokkinn þá kemur frá Radio Haugalandi sem að ég reikna með allir fylgist með. Þar kemur frétt að það hefur ekki verið meiri fjölgun meðal ungra bænda í Noregi í 20 ár. Já. Og þið kannast við að vandamál í Íslandi, ég held að meðalaldur bænda sé að nálga allavega sauðfjárbænda sé að nálga 67 ár. Já, og bara nýliðun í bændastéttinni bara þótt ekki væri nema bara breytt hugafar til vinnutíma að það að vera bóndi á Íslandi og hefðbundinni bújörð í dag, það þýðir það að þú ert bara að vinna 50 vikur af 52 hvern einasta dag. 12-14 klukkur. Svo ég miði við þau bíli sem ég þekki vel til á. Svo ferði ekki í afleysingu, Af því að nú spyr ég bara... Þetta er næstu slæmt eins og að vera á samstöðinni. Já, nokkulega. Nú spyr ég bara að því ég ekki veit. Ég meina, þetta mögulega vegna þess að bílinn þurfa að vera svo stór til þess að standa undir sér? Nei, ég held að það sé bara hópið, Þau eru ekkert svo stór. Tekjurnar að þeir eru sára litlar. Hjónin vinna fyrir sér, hann keyrir skólabílinn og hún vinnur í skólanum eða eitthvað. Svo vilja þau fara í sumarfrí og þá þurfum við að leigja sér fólk til þess að Ég skil það alveg, en það sem ég er að velta fyrir mér bara með, þú veist, börnum flutta heiman, af því að hjónin eru orðin 67 ára og börnum flutta heiman. Þetta var kannski hægt þegar þau voru fertug og krakkarnir voru 18 til 22 ára. Og slit bændafólks, til dæmis bara á mínum aldri, bara fólk sem hefur unnið bústörf allt sitt líf og er 60, bara slit líkamanna bara af öðru kaliberi heldur en gengur að gerist hjá nútíma fólki. Þannig að þetta eru fórnir að færa. Það eru meira frá Noregi, það er smá frétt eftir Aftenposten. Það er fjórði stærsti flokkurinn Græningarnir. Við vorum síðastir vorum að tala kosningarnar sem að verða núna helgina í Noregi. Ég sýndi rosalega asnalega teikningu úr VG, þar sem að var verkamannaflokkurinn var upp í rúmi með miðflokknum og rautt. Og þá spurði ykkur, hvað þetta á gólfinu? Þá sagði þetta fyrirburðarkassi. Þá voru Græningarnir meldist ekki inni. En núna hefur orðið breyting vegna þess að kosningarnar í Noregi snúast umhverfismál. Og allt í einu komin 10 þingmenn í könnunum sem að Græningjar hafa. Og þið kannast við þetta í alls konar umræðum sagt að bara eins og umhverfismál hafa verið strokuð út úr pólitíkinni. Það er ekki að gerast í Noregi. En veistu hvort það var þannig á einhverjum tímapunkti að þau hurfu út? Eru það að koma aftur inn? Þau voru bara ég man ekki hvernig það var, fyrir bara 2 vikum að þá voru þau ekki inni, samkvæmt mælingum. En núna orðið fjórði stærsti flokkurinn sem að það enda bara 3 sem eru svona stórir og svo koma allir hinir alveg í röð á eftir. Þetta nefnilega hefur manni dottið í huga. Vendipunkturinn sem hefur verið að tala gagnvart golfstraumnum íslenska geti líka orðið vendipunktur í hugarfari. Það verður að gera eitthvað. Já. En það er ég talaði við Einar Sveinbjörnsson eftir þetta mál golfstrauminn sem að getur verið að falla. Hann bendir á að til dæmis í kosningunum í Noregi verið að tala að Noregi er komin í hápunkt olíuvinnslu. Hérna í frá mun þetta fara niður á við. Og þá náttúrulega krafan svo þá leituðu bara meiri olíu. Þannig að hann var að benda á það er komið á fullu inn í umræðina og það er mikil átöku það, eigum við að leita meiri olíu eða eigum við að vera ábyrg í loftslagsmálum. Þannig að þá græðir Græningjarflokkurinn sem er eini flokkurinn sem þorir að koma með því hinir fara allir að tala við töpum störfum og eitthvað svona dótri. Þannig að þetta er bara skemmtilegur svona vendipunktur á síðustu metrum kosningabaráttunnar. Mjög áhugavert. Heyrðu, með þetta eina skemmtilegustu fréttunum, það er í heimildinni, það sem því miður er ekki með margar fréttir á hverjum degi, það er ekki mikil afl í heimildinni þessa dagana. Þarna eru konur að mótmæla Breiðholtsskipulagi, Come On, notuð hausinn,
Mér finnst þetta svo ótrúlega skemmtilegur hópur sem ætlar að ekki láta vaða yfir sig. Já. Þarna verður fréttin myndin sjálf og valdeflingin sem fylgir því að sjá þessar kellur þarna. Já. Þær eru æðislegar. Það er talað um þetta, það eru 175 íbúar þarna við Krummuhóla sem að andmæla skipulagi og fyrirliggjandi skipulagi þar sem á að byggja, hvað voru þetta, 100 og eitthvað íbúðir. Mamma bjóð þarna lengi, ég stiði þetta. Stiði svo konur. Já, þú heldur með þessu. Þær segja það að þetta verði bara alveg óbærilegt rask fyrir þær sjálfar og fyrir börnin og barnabörnin, segja þær. Hvar eiga barnabörnin okkar að leika sér? Þau koma hérna út á róló. Það verður ekki hægt með allar vinnuvélarnar. Það eru svo mikla fyrirmyndar að gera þetta. Já, að nenna þessu. Ég er ánægð með einmitt. Það vantar fleiri að eipa gogg í samfélaginu. Já, ég samanlega. Og ekki hlusta fólk sem er alltaf að tala það niður. Herðu, Le Monde er gefið út í Frakklandi. Þetta er svona fréttaskýring. Af því að ég tók þetta með af því að þetta er svolítið í takt við það sem við ræðum hérna stundum sem er eiginlega að segja það að sko nýfrjálshyggjan gat af sér fasismann og það er bæði verið að segja sem er svona frasi sem ég nota oft sem er að segja að þeir sem auðguðust á tíma nýfrjálshyggjunar munu verja auðsinn með fasisma. Það verið að segja það. En það er líka verið að segja það að á tímabili nýfrjálshyggjunar þá var verið að brjóta niður svona kerfi samfélagsins. Veikja, þú veist, bæði félagslegu kerfin og menntakerfið og heilbrigðiskerfið, en líka alls konar getu almannavaldsins til þess að hafa stjórn á samfélaginu, þú veist, verðlagseftirlit og alls konar hluti þar sem að almenningur gat komið og haft eitthvað taumhald á kapitalísku fyrirtækjum. Þegar að síðan nýfrjálshyggjan eiginlega fellur í hruninu og svona og þá er fara menn að leita að hvaða kerfi tekur við, þetta er kallað svona post-nýfrjálshyggja sem við lifum á núna og þá eru það þeir sem hafa mestu völdin, sem er náttúrulega þeir sem hafa mesta peningin, að þeir hafa raunverulega tæki til þess að vaða áfram og þau eru að taka dæmi af til dæmis þegar Trump neyðir gjörva fyrirtæki til þess að gefa raunverulega ríkinu 10% af hagnaðinum og tekið svona dæmi, það sem er verið að fara að beita ríkisvaldinu á svona hálf fasískan hátt til þess, ekki til þess að bæta grunninnviði eða grunnkerfi samfélagsins, heldur til þess að hegða sér eiginlega eins og svona auðsöfnunar hringur kringum. Þetta er við ættum að fá meiri svona spekulationir inn í Íslands samfélag. Svona hvaða stóru straumar sögurnar við erum í. Það munið eftir að lestin var með þarna, ég man ekki hvað kölluð það lénsherrar í Kísildalnum eða konungsinnar í Kísildalnum sem er svona verið að okkur vantar meiri svona pælingar. Herðu, það er allt í einu stærsta frétt hvers dags orðið það, hver verður ráðinn aðstoðarmaður Heiðu Bjarkar í dag? Það er Robert Marshall sem er aðstoðarmaður dagsins. Við sjáum til hvað kemur næst á morgun. Já. Hann átti þóla fréttaskýringu á Speglinum, útvarpinu sem þetta? Já, fjallaði þetta með þannig hætti að það var gefið í skyn að þarna væri vandamál inn á þessum vinnustað. Það var eitthvað samskiptavandi borgarstjóri neitaði því? Tengt Heiðu, já. En það er bara aðstoðarmennirnir sem hætta? Já. Ég veit ekki, er ekki bara svo mikið að gera hjá þeim? Já, maður veit ekki alveg hvað maður á að hugsa. Herðu, Jón Þór Þorvaldsson, hann er formaður flugmannafélagsins. DFF tekur upp úr spjalli sem hann var með á Bylgjunni. Hann spáir Play gjaldþroti og segir að þeir eru að selja ferðir sem allir vita verða aldrei flugnar. En þú veist, ég meina það hlýtur nú að vera, er ekki alltaf verið að segja þessu frétt? Nei, ekki alltaf. Maður með mikla innsýn inn í reksturinn. Það er margir flugmenn sem eru þarna sem eru í hans félagi. Ég baði Jóhannes Þór Skúlason að koma og ræða við mig hvað yrðu íslenska ferðarþjónustu ef Play myndi falla á leik. Hann treysti sér ekki í viðtal til þess að ræða það. En ég held að þetta er svakaleg sviðsmynd, ef Play fellur, það er bara... Herðu, talandi fall, íslenska liðið í körfubolta, það mun ekki halda áfram eftir einn leik, þau eru búin að tapa 4. Já, allir þessi leikir töpuðust á síðustu mínútonum, þeir börðust eins og ljón. Við höfum dómarana á mót okkur og það er ekki klísja, heldur staðreynd.
en eftir situr að þeir... Þannig ef að leikirnir verða aðeins styttri að þá verður við heimsmeistarar. Já, og eftir situr líka spurningin, sko, hefðu við komist í gegnum þetta mót ef við hefðu neitað að spila við Ísraela en tekið hina leikina? Það svona, þú veist. Hefðu þeir ekki bara, ég veit ekki, er þetta ekki bara merki það að þeir bara litu aðeins svo stórt á sig og þá langaði aðeins svo mikið að spila á þessu móti? Nei, þeir vildi ekki spila. Ég meina þeir gerðu það nú samt, þeir hefðu bara getað lagt niður störf eins og hver annar hérna... Þeir báðust undan því, þeir báðust undan því, en þeir hefðu getað sagt bara ég ætla ekki að snerta bolta. Þeir hefðu verið reknir úr keppninni. Það ein setning sem Humphrey Bogart segir í einhverju bíómynd. Það ein setning sem Humphrey Bogart segir í einhverju bíómynd. Hann segir hérna, sorry sweetie, but I have to kill you. En það telst ekki með að vera leiður. Annarkot spilaru eða spilar ekki. Einmitt, og þeir hefðu betur sleppt því að því að þeir hefðu komið út sem sigurvegarar. Herðu, við veit ekki, heitamál á sunnanverðum Vestfjörðum. Það logar allt. Þarna eru 2 merki. Til hérna vinstri er nýtt merki Vesturbyggðar og eldra merki þarna. Og þetta var samþykkt í sveitarstjórn að velja þetta nýja merki. Þetta hefur voru að bæta þarna við, því var ekki að bæta við Tálknafjörðu eitthvað svona. Þannig að það var talið að verði hérna búið til nýtt merki. Allt vitlaust. Fólki finnst þetta ömurlegt merki, það kom með undirskriftarsafnanir. Það verður slegist á Patró í kvöld. Þetta skiptir miklu máli. Herðu, þetta eru lokin af fréttunum í kvöld. María Lilja og Björn Þorláks, kærar þakkir. Ég bendi á að hérna rétt handa við hornið er rauðaborðið og það er þannig að ef þú ert að horfa á Facebook eða á YouTube þá þarf þetta að finna þráðin okkar. Við sendum út nýjan þráð. Við slökkum raunverulega á útsendingunni hér. En ef þú ert að horfa í sjónvarpinu eða hlusta í útvarpinu þá er þetta engar áhyggjur að hafa. Framundan er rauðaborðið. Hér við Björn Þorláksson hann vill að hvorki sósíalistar, Vinstri græn né Píratar bjóði fram einhvers konar mótmæla aðgerð til þess að þrýsta á umbætur.